Í þessu dæmi þá vorum við mælingar á timbri þar sem við erum annars vegar búin að reikna ummál trésins og hins vegar mæla rúmmálið af timbri sem fékkst eftir að búa að vinna það. Og hér eru gildi sem við fengum meðaltalið og staðalfrávikið fyrir ummálið og hins vegar meðaltalið og staðalfrávikið fyrir rúmmálið af timbrinu og fylgni þar á milli. Svo eigum við núna að reikna jöfnu aðhvarfslínu fyrir það rúmmál af timbri sem fæst frá tré sem er tiltekið ummál. Til þess að reikna jöfnu aðhvarfslínuna þá þurfum við fyrst að finna hallatöluna og hallatalan hún er einfaldlega staðalfrávikið fyrir y-breytuna deilt með staðalfrávikinu fyrir x-breytuna sinni fylgni. Þannig að það sem er aðalega vandasamt í þessu dæmi er að við þurfum að passa okkur á hvað er y-ið okkar og hvað er x. Hvað á að vera svarbreytan og hvað á að vera skýribreytan. Og í þessu dæmi af því að fyrst mælum við ummálið á trjánum og svo reiknum við rúmmálið á timbri sem fæst. Að þá allt það sem er fyrst, það er skýribreytan og svo er það svarbreytan. Þannig að við ætlum að útskýra rúmmálið með ummálinu þannig að SY væri staðalfrávik rúmmálsins eða 16,48 og meðan SX væri staðalfrávik ummálsins eða 3,18. Þetta ætlum við að margfalda með fylgninni sem 0,97 og þá fáum við út 5,03. Síðan þurfum við að finna út skurðpunktinn okkar og skurðpunkturinn okkar er einfaldlega meðaltalið af y-inu mínus matið okkar á hallatölunni sinnum meðaltalið á x-inu. Og í þessu dæmi þá var meðaltalið fyrir y-ið var þá meðaltalið á rúmmálinu eða 30,17 og við ætlum að draga frá B1 sem við vorum að reikna hérna rétt áðan, 5,03 sinnum meðaltalið á x-inu og meðaltalið á x-inu er meðaltalið á ummálinu sem er 13,25. Út úr þessu fáum við mínus 36,48 og þá er aðhvarfslínan okkar á y er mínus 36,48 pluss 5,03 sinnum x þar sem y er rúmmálið á timbri sem er fást en x er ummálið á trénu sem er hoki.